Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru í sal. Býð ykkur velkomin til 500., 50. og 1. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann setta hér á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs nr. 551 og 552 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu og enginn hreyfir því andmælum. Eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 196 og 197 teknar sömuleiðis saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Fundargerð hafnarstjórnar nr. 190 og 191 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Fræðslunefndar nr. 51, Íþrótta- og tómstunarnefndar nr. 45, félagsmálanefndar nr. 105, barnaverndarnefndar nr. 79 og síðan liðnum almenn mál. Þar er annars vegar vísað til fyrri umræðu hér fullnaðarafgreiðslur embættismanna og prókúru 2017, breyting frá fyrri samþykktum bæjarstjórnar eða uppfærsla kannski heldur frekar. Tillaga endurgreiðsluhlutfall vegna réttarsamstarfs lífeyrissjóðs Neskaupstaðar, aðalskipulag Fjarðabyggðar, breyting grjótnum að Kappeyri og svo kirkjuból Takalands undan ábúð. Þannig að við göngum þá dagskrár. Í byrjun ætla ég að vekja athygli á því undir fundargerðum bæjar og svo sömuleiðis undir fundargerðum eignarskipulags- og umhverfisnefndar eftir. Þá hefur Ragnar Sigurðsson vakið athygli á því að hann telji sig vanhæfan undir liðum í fundargerð bæjarráðs nr. 552, annars vegar 2.9 og 2.10. Það er tilkynningu fyrir að 4.000 tonn laxeldisstöð laxa í sjókvíum Fáskrúðsfirði og aukin framleiðsla lax í Reyðarfirði 10.000 tonn. Ragnar, fyrirtæki hans, er farið að starfa fyrir þetta fyrirtæki og því hefur óskað því að taka ekki þátt í umræðunni í atkvæðagreiðslum og eftir að fara yfir það þá er við því orðið og þannig að við tökum þá liði sérstaklega hér til umfjöllunar afgreiðslu á eftir. Þannig ég bið bæjarfulltrúa að hafa það í huga þeir sem ætla að tala hér undir bæjarráði að við ræðum þessar umsagnir á eftir. En þá göngum við til dagskrár og orðið laust undir fundargerðum bæjarráðs nr. 551. Jens Garðar Helgason við orðið, gerðu svo Jens. Forseti og bæjarstjóri og góða bæjarfulltrúar. Ég ætla að renna hérna örsnögt yfir fundargerðir 551 og 552. Fyrst vil ég nefna hérna liður 1.3, samningur samstarf sveitarfélaga. Þetta er bréf sem kemur frá ráðuneytinu, samgönguráðuneytinu, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, þar sem er óskað eftir upplýsingum alla þá samstarfs- og samvinnusamninga sem að sveitarfélagið á við önnur sveitarfélög og verður þeim sendar þær upplýsingar og samantekt. Liður 1.4, vinabæjarfundur í Eskilstúna. Þar var ákveðið að fulltrúar Fjarðabyggðar færu á þennan árlega, ég held að hann sé nú árlega, eða á 2 ára fresti. Þar sem að við erum í vinabæjarsamstarfi, í svona samnorrænu samstarfi með Eskilstúna í Svíþjóð, Jyviskíla í Finnlandi, Esbjerg í Danmörku og Stafangri í Noregi. Og hann verður haldinn að þessu sinni í Eskilstúna. Hann hefur verið haldinn, það er nokkur ár síðan og þá var hann hér í Fjarðabyggð og þetta er alltaf ágætt að menn geti borið saman bækur sínar og svona farið yfir það hvaða mál brenna mönnum og hvað menn getur lært, hvað við getum lært af hvort öðru. Liður 1.6 sem að rauninni líka fellur undir, ég ætla að taka hérna undir lið 1.11, það er sem sagt heimilisofbeldi, samstarfsverkefni lögreglunnar á Austurlandi og síðan fundur löggæslu í umdæminu. Á þennan fund komu lögreglustjóri og yfirvarðstjóri til þess að fyrsta lagi að ræða þetta samstarfsverkefni lögreglunnar á Austurlandi við sveitarfélög og félagsmála yfirvöld rauninni allsherjar átak í því að reyna að berjast gegn heimilisofbeldi, að menn vinni betur og ítarlegar saman, eigi meira samráð og reyna að samræma allar stofnanir, þannig að það er hægt að grípa fyrr inn í þegar að heimilisofbeldi á sér stað og þetta er bara mjög þarft og brýnt málefni og bara vel að sé komið af stað og auðvitað hefði maður vilja sjá svona verkefni fara af stað fyrr en það er gott að þetta er komið á stað núna. Samhliða þessum fundi þá áttum við náttúrulega bara almennan fund
löggæsluna hér í Fjarðabyggð, svona almennt, hvernig málin standa og fleiri þeim túr. Mjög uppbyggður og góður fundur og við höfum reynt að leggja okkur fram í það að eiga reglulega fundi með lögreglustjóra við bæjarráðinu til að fá svona bara upplýsingar stöðu sveitafélagsins, hver staðan í sveitafélaginu sem snýr að þessum málum. Almenningssamgöngur, við sem sagt vorum að skrifa undir til 1 árs Strætisvagna Austurlands EHF. Fannst miður að sjá að það eru 2 sveitafélög sem ætla ekki að taka þátt í þessu verkefni. Þetta er nú bara til 1 árs og eftir það að þá þarf náttúrulega SSA og sveitafélögin að velta fyrir sér hvert framhaldið af þessu verður. Það er svo sem ekki farið fram hjá neinum að flest sveitafélög og fjórðungssambönd hafa átt í erfiðleikum með þessi almenningssamgönguverkefni sín. Og þetta er eitthvað sem þetta er mál sem þarf að taka upp í ríkisvaldið aftur með hvaða hætti almenningssamgöngum verður háttað út á landi. En mér þótti miður að sjá að Seyðisfjörður og Vopnafjörður ætla ekki að taka þátt í þessu verkefni. Liður 1.8, kjördæmavika fundur með þingmönnum kjördæmisins. Það var á mánudaginn síðastliðinn sem að bæjarráð Fjarðabyggðar ásamt bæjarstjóra fóru og hittu þingmenn kjördæmisins hér upp á Egilsstöðum. Við fengum heilar 20 mínútur með þingmönnunum og reyndum að nýta þær eins vel og hægt var. Og að sjálfsögðu þegar tíminn er svona knappur eins og 20 mínútur þá náttúrulega afhendum við þeim bara minnisblað með helstu áherslupunktum okkar sveitafélags og fórum yfir þá. Að sjálfsögðu þegar það eru 20 mínútur þá gefst nú ekki tími til þess að hafa mjög djúpar samræður eða eiga almenna samræður við þingmennina. Það er nú bara þannig og mér fannst þetta nú svona þegar sveitafélögin voru farin að fá korter með fjárlaganefnd á sínum tíma og þetta er svona orðið kannski svolítið svipað. Og ég hefði bara og hef tekið það upp á vettvangi SSA, hef tekið það upp að mér finnst að við þurfum einhvern veginn að breyta þessu með einhverjum hætti. Það er spurning hvort að kjördæmavikurnar sem eru nú 2, hvort að við eigum hreinlega bara að hafa það þannig að einu sinni árið þá komið þeir á Norðurlandi og einu sinni árið komið þeir á Austurlandi og þá hafið þeir meiri tíma í hverjum fjórðungi fyrir sig til þess að ræða bæði sveitarstjórnir og stofnanir og fara í fyrirtækjaheimsóknir. Þannig að ég hef svona, já, það þarf að verða breyting þarna. Liður 2.9, 2.10 og 2.11, ég ætla nú bara svona almennt að tala þetta varandi fyrirhuga 4.000 tonna. Já, má ég ekki ræða það eða? Nei, ok. Já, ok, þá ekki meðan að Ragnar heyrir. Þá best að átti ég bara ekkert að ræða fiskeldismál. En þá skulum við fara bara yfir í annað léttmeti sem er byggðakvótinn í Mjóafirði. Það er liður 2.12. Þannig er málum vexti og út frá reiknireglum ráðuneytisins að þá 15 tonna byggðakvóti sem hefur núna, í hartnær 10 ár, 15 tonn, sem hefur úthlutað til Mjóafjarðar er sem sagt fallið niður. Og eins og gefur að skilja eru Mjófirðingar ekki sáttir við þessa niðurstöðu ráðuneytisins. Við höfum átt í miklum samskiptum við ráðuneyti varðandi þetta mál og höfum líka reynt að beina sjónum okkar að Byggðastofnun. En sem sagt undir þessum liða þá var sem sagt samþykkt bréf sem að bæjarstjóri hefur sendt til ráðuneytisins til þess að reyna að reyna að finna einhverja lausn á byggðakvótamálum Mjófirðinga. Og vonast við náttúrulega til þess að sú niðurstaða verði jákvæð en það er nú bara eins og það er náttúrulega erfitt að segja til það fyrirfram. En þessi byggðakvótamál hafa náttúrulega verið mikið í umræðunni og til gagngerrar endurskoðunar. Þóroddur Bjarnason, fyrrverandi formaður Byggðastofnunar og prófessor í Háskólanum á Akureyri, hann fór fyrir nefnd nú í fyrra og hitt í fyrra sem var að endurskoða úthlutun byggðakvótans og byggðakvótarnir eru hluti af þessum 5,3% potti sem að ríkið tekur sér af úthlutuðum þorskigildum, úthlutuð aflamarki á hverju ári og meðal annars er byggðakvótin. En síðan er þessi sérstaki byggðakvóti Byggðastofnunar sem að Þóroddur og hans nefnd gerðu ákveðna breytingar á og síðan eru þarna fleiri pottar inn í á vegum ríkisins eins og línuívilnun og strandveiðar og rækju- og skelfiskbætur og fleira. Þannig að byggðakvótin er bara lítill eða hluti af þessum
heildar pottakvótum sem að ríkið hefur til úthlutunar og maður hefur oft veltið fyrir sér hvort það væri ekki hægt að skýra reglurnar í kringum byggðakvótann aðeins betur. En það er önnur umræða. Takk. Jens, aðeins bara ítreka að gefst tækifæri til að ræða umsagnirnar eftir, en þegar vanhæfi getist þá er umræða og atkvæðagreiðsla fyrir hún sérstaklega fram. Aðeins bara að fá að kveða með hljóðsundi fundargerðin Bæjarráðs. Það er stutt að Jens nú bara fara ítalega yfir þetta, en aðeins hérna í tengslum kannski tengist tveimur liðum í þessum, eða sem sagt í sitt hvori fundargerðinni. Það er annars vegar hér liður 1 í 551 sem er svo hér líka í 552 sem var liður þar númer 11. Þetta er sem sagt frumvarp atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, vekja athygli bæjarfulltrúa á því. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur lagt fram drög að breytingum á frumvarpi til fiskeldis, vegna laga vegna fiskeldis, og sendi það hér inn til umsagna á stuttur frestur til að skila umsögn, og kom svo fram í máli ráðherra og svo íbúafundinum á Fáskrúðsfirði núna á liðnum mánudegi að síðan átti þetta að fara í umsögn þingsins og þar var aftur afla umsagna, en 47 umsagnir komum við þessar breytingar. Þetta er nú gott og blessað og ég held að við getum allir verið sammála það að það er nauðsynlegt og við höfum svona marg rætt hér, maður þekkja það umræða að þurfa að koma til breyting á lögum í tengslu við laxeldi eða fiskeldi, fiskeldi við þeim skilningi þess orðs, og þarna er ráðandi einhvern veginn að bregðast kannski við þeirri stöðu sem er núna að það er mikið að vera í fiskeldi og það er verið að sækja leyfur framvegis, en hérna og á sama tíma kom ekki fram lög haf- og strandsvæði, skipulag haf- og strandsvæða sem við höfum barist fyrir og munum gera áfram að verði í okkar höndum. Það eru margt ágætt í þessu frumvarpi, það er svona ástæða fyrir bæjarfulltrúa að kynna sér það og gefst nú ráðrúm því þetta öll óbreytt á þetta komin í þingjum í mars og þá ekki afgræðast inn í vor, en á þessu er samt heilmiklar breytingar og hlutverk ráðherra er aukið verulega í þessu, sem ég gerir ráð fyrir að sé svona þá svaraðan sem því að stíga inn í það. Þetta byggir á samkomulagi veiðiréttarhafa og fiskeldisstöðva frá því í haust, þessar breytingar. Það var á vegum ráðuneytisins var farið yfir málin með báðum þessum hagsmunaaðilum sem hafa tekist nú verulega á í þessum málum, og þarna kemur inn í enga síður svona og í okkar við tókum undir þá umsögn sem samband sveitarfélaga svo vann ítarlega og er þarna undir liðnum í seinni fundargerðinni, og hins vegar samtök sjávarútvegssveitarfélaga hafa líka unnið og óskað eftir fundi með ráðherra til að fara betur yfir að það er þá alveg ljóst líka að við gerum þá kröfur að sveitarfélagin hafi að þessu aðkomu. Það er náttúrulega stóra málið í okkar vinnu hér í nærsamfélaginu að við höfum að því aðkomu og þetta verði ekki bara unnið á borðum ráðuneytisins í orðsins fyllstu merkingu, og það verði leitað umsagna sveitarfélaga og sveitarfélagin hafi þetta kannski með skýrari hætti aðkoma að því. Svona, það er þetta sem ég stendur kannski upp úr hjá mér eftir að hafa farið yfir þessar breytingar sem ætlaðar eru og er ágætlega að koma inn á, en þetta er viðamikil umsögn sambandi sveitarfélaga og tekur á þessu ýmsum öðrum þáttum sem bendir á svona það sem þið telja að þurfi betra að fara í þessum breytingum. Ég hvet bæjarfulltrúa til að kynna sér þetta og svona ljósi þeirra umræða sem á sér stað í sveitarfélaginu núna. Aðeins bara í liður 5 sameining kosningar Nauthals og Fjarðabyggðar 2018. Eins og maður vita þær munu fara fram 27. mars næstkomandi, laugardaginn 27. mars. Við erum búin að hefja kynningafundaferlið. Við vorum á kynningafundum í gær á Breiðdalsvík og Stöðvarfirði og Breiðdalsvík, Fáskrúðsfirði í kvöld og síðan Eskifirði og Reyðarfirði á mánudaginn 6 og 8 og Mjóafirði og Norðfirði á þriðjudaginn. Og hérna það er ástæða til að hvetja fólk til þess að koma á þessu fundi og kynna sér vinnu þessar samstarfsnefndar sem við skipum nú hér nokkur frá Fjarðabyggð og bæjar á Fjarðabyggðar og síðan 3 aðilar úr sveitarstjórn Breiðdalsvíkur ásamt sveitarstjóra og við ásamt bæjarstjóra hér. En bara þess að minna á í tengslum við utankjörfundaratkvæðin sérstaklega að minna á það að fólk nýti sér það, verði ekki heim á kjörda og við hvetjum fólk til þáttöku í þessum kosningum. Það er rétt að koma bara fram til skýringa, það hefur líka verið kynnt á kynningafundunum að einungis er kosið hjá sýslumönnum. Það var farið við það hvort það var ekki hægt að hafa sama fyrirkomulag á og tengslu við alþingiskosningatíma sem er kosið á bókasöfnum. En það er mat sýslumannsins á Austurlandi að það sé sem að ræða mál sem snerti sveitarfélögin það mikið
þá vilji hann ekki hafa slíka atkvæðagreiðslu inn á bókasafninu, inn í stofnunum sveitarfélagsins. Þar af leiðandi sýslumaður. Þar af leiðandi bara kosið hjá sýslumanninum og sýslumanninum. Nei, það ekki á sveitarstjórnarkosningum heldur. Það bara í alþingiskosningum. Einungis í alþingiskosningum. Í sveitarstjórnarkosningum hafa verið skipaðir umboðsmenn en var ekki síðast að mig minnir. Af því að sýslumennir telja að þegar verið að kjósa mál í nærsamfélaginu þá það ekki fara fram í. Þannig að við reyndum ýmislegt því að það svona til hægðar auka fyrir fólk að geta kosið hvert í sínum kjarna, sérstaklega fyrir þá síðst sem þá lengst að fara á Eskifjörð sem næsta skrifstofa sýslumannsins, en það hægt að kjósa hjá sýslumönnunum nema náttúrulega í Mjóafirði mun fara fram utan kjörfundar atkvæðagreiðslu en ekki kjörfundur á kjördag. Það verið sagt að ráðanbúið. Síðan hægt að kjósa náttúrulega hjá sýslumönnum land allt og sú atkvæðagreiðslu komin í gang. Bara líkt og Jens aðeins bara fagna því að við undirrituðum núna á mánudaginn í kjölfar þessa fundar þetta samstarf gegn heimilisofbeldi með lögreglustjóranum á Austurlandi og Fljótsdalshéraði, sem Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði eru þátttakendur í þessu og þetta mikið framfara mál og þessi nálgun á þessi mál og það inngrip sem með þessu þarna skapast og samvinna sem býður upp á hefur sýnt sig og sannað annars staðar á landinu að til mikill að bóta til aðgerða við þennan vágest sem heimilisofbeldi Aðeins fram til almennir framgöngur, líkt og Jens kom inn á þá var það vonbrigði að Seyðisfjörður og Vopnafjörður skuli ekki hafa verið þátttakendur í strætisvögnum Austurlands og ég vona að það breytist svo afstaða þegar fram í sækir. Það sem náttúrulega stóra verkefni núna þetta sem við þekkja og SSA hefur sagt upp samningi sínum að hann útrunninn núna 2018 samningar ríkisins við landshlutasamtökin. Og það brýnt að sú vinna hefjist nú sem fyrst og við verðum að leggja þar mikla áherslu í okkar sveitarfélagi sem svona landfræðilega stórt að það verður að koma til með einhverju skýrar hætti aðkoma ríkisins að almenningssamgöngum. Og kannski líka, náttúrulega þurfa eflaust einhver landshlutasamtök að skerpa líka á sínu vinnulagi í þessu máli. Við kusum að fara útboðsleiðina, sum sömdu beint til strætó og rétt sem kom fram með Jens að það eru mikil fjárhagsleg vandamál í rekstri almenningssamgangna víða á landinu. En það vonandi að það verði skilningur því núna í þessum samningaviðræðum sem verði að hefjast. Síðan ætla ég bara að koma aðeins inn á, líkt að það komi hér undir umsóknunum á eftir, en aðeins bara örlítið inn á tengslum við, eins og Jens fór yfir með byggðakvótann í Mjóafirði, að jafnframt samþykkti bæjarráð á fundi sínum þarna að leita liðsinnis samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem ráðuneyti Byggðastofnunar einnig aðkomu þess að þessu máli því að þetta náttúrulega bara byggðamál og mér finnst það afskaplega og ég sagði það á kynningarfundinum í gær á Breiðdalsvík finnst það ég hef verið afar svona ósáttur í það í raun og veru að við höfum haft lítinn skilning á þeirri stöðu sem byggðin í Mjóafirði í með þessa miklu einangrun þessi fækkun sem það eru átt sér stað síðustu árum mér hefði einhver tíman kannski verið stokkið fyrr til af hendi ríkisvaldsins heldur en við gert nú í þessu tilfelli og ég hefði svona kosið að við höfum ítrekað komið þessu framfæri við þingmenn og ráðamenn það að hér sé einn hluti okkar samfélags sem þurfi að koma til samstarf ríkisvaldið enn frekar að sé þá til hortið þá til framtíðar hvernig menn eða hvort menn sjáu hvaða framtíð menn sjáu sameiginlega með sveitarfélaginu í þessu en hefum haft lítið erindi sem erfiði í þeim efnum. Það til þess eins og núna þarna hef ég haldið að Byggðastofnun ætti að koma að með sinn kvóta sem þeir hafa voru að spila byggðakvóta til þess að geta einmitt komið í þetta og svo einhverja jafnframt í umræðum okkur á fjarskipti, hringtenginguna sem þarf að koma hér á ljósleiðarana sem getur komið þessu samfélagi til góða. Þetta allt saman mál sem ég hefði kosið að maður hefði geta fengið meiri umræðum því það skortir ekkert vilja sveitast eða bæjast utan Fjarðabyggðar. En þetta líka mál sem ekki bara, þetta mál sem þarf að ræðast og vinnast á víðari vettvangi, að mér finnst. En það var ekki fleira hér, orðið laust Hundagerði bæjarins, við leikum hvað þessi hljóðs. Páll Björgur. Góði bæjarfulltrúar,
Með leyfi forseta, mér langar að ræða hér saman liði númer 1 í fundargerð 551 og númer 12 að ég held í 552. 11. Nei, það tengist byggðakvótanum. Ég ætlaði svona að greina bæðistunum því að ég fór á fund sjávar, útvegs og landbúnaðarráðherra til að annars vera að kynna honum stefnu sveitarfélagsins í fiskeldismálum, af því að hann vinnur núna að drögum að lagafrumvarpi og það hefði reynda verið kynnt líka fyrrverandi sjávarútvegsráðherra. Því að ég held að þessi vinna sem að fór fram hér, hún þykir mjög góð og stefnumótun sveitarfélagsins gott plagg því að hún tekur á ýmsum málum og ég held með mjög skynsamum hætti. Þannig ég held að hún sé mjög gott, þetta sé mjög gott plagg inn í þá umræðu sem er núna fiskeldismál og þá það sem að lítur að þessu nýja lagafrumvarpi. Þá var einnig verið að ræða það sem átti búið að ræða hér, þessi byggðakvótamál. Staðan á því er einfaldlega núna að ráðuneytið tók það til skoðunar. Ég á nú satt best að segja ekki vona því að mikið komi út úr því. Þannig að við erum farin að ræða núna við Byggðastofnun þetta tiltekna mál og nú er atvinnu- og þróunarstjóri að vinna það erindi í samráði við Byggðastofnun. Þannig að við erum að sjá hvað kemur út úr því. Varðandi lið 6 í fundargerð 551 sem varðar samstarfsverkefni lögreglunnar á Austurlandi vegna heimilisofbeldis. Sjálfsögðu að fagna því að þetta verkefni sé komið á, en líka vegna þess að það sem gerðist núna og í tengslum þetta verkefni að núna eru komin föst regla á bakvakta fyrirkomulag innan félagsþjónustunnar. Það hafði áður verið greitt fyrir svokallað símaónæði en það var samt ekki alltaf alveg hægt að treysta því nákvæmlega að það væri einhver sem væri algjörlega á vakt og ég held að það hafi aldrei komið upp að væri ekki hægt að ná í starfsmanni. Nú er komið ákveðið fyrirkomulag og búið að semja þessi mál við starfsmenn á fjölskyldusviði. Þannig að það er komin bakvakta sími sem að lögreglan og þessi aðilar sem að eru kannski á vettvang geta hringt í en líka að sjálfsögðu beint í gegnum 112 eða 112. Þannig ég fagna því að þessum tveimur áfangum sé náð, annars verður samstarf þetta verkefni í þessu verkefni og að við séum komið með fast fyrirkomulag til þess að bregðast við ef að þarf að kalla starfsmann barnaverndar eða félagsþjónustu á vettvang. Ég vil þakka starfsmönnum á sviðinu fyrir að leysa vel úr þessu verkefni. Þetta er reynda til eins árs til tilraunar og við verðum bara að sjá hvernig þetta gengur en vonandi bara gengur þetta vel og verður árangur af verkefni, það er nú aðmáli. Síðan er þetta liður 7, þetta stórfurðulega mál með almenningssamgöngurnar hér á Austurlandi. Ég verður nú að taka svona til orða forseti því að þetta mál er búið að vera í gangi að ég held árum 2012 og kannski hef ég rætt þetta hérna áður að þá var hér svona ákveðnu frumkvæði starfsmanna sem að hér voru sem voru að ræða þessi mál og höfðu mikið metnað því að tengja allar þessi fyrirtæki sem voru að aka hér fólki saman og þetta var SSA verkefni en einhvern veginn lenti og segja það var því að var svo mikil áhug hér þá var þetta tekið yfir hér á skrifstofum sveitarfélagsins og hefur svolítið blandast þetta saman stjórnsýsla SSA annars vegar og hins vegar bæjarkerfisins. En hvað þetta var svo sem ákveðið verkefni og þetta frumkvæði var héðan. SSA hefur reyndar oft gert samþykktur það að vinna saman að þessu málum og álykta sérstaklega það og í fyrra, ef maður rétt árið 2017, þá var sett úr sérstaklega fyrirtæki sem að ég er í stjórn í til þess að reyna að koma þessu verkefni á. Og það fyrirtæki hefur nú heldur betur fundað og reynt að komast fram úr þessu máli og ég taldi nú að þetta væri allt saman fyrir vind og allir með en það því miður þá tókst það ekki þrátt fyrir allar samþykktunar og alla fundina að þá var það þannig að það er ekki allir borði í strætisvagni Austurlands og já þetta en þannig að það voru mikil vonbrigði fannst mér með þetta og það er einhverjir að missa strætónum þarna
Til dæmis bara það að fyrir Seyðisfjarðarkaupstað þegar verður búin núna til leiðatafla fyrir Austurlandi þá er Seyðisfjörður ekki inn í henni. Og það er alls ekki þannig sem við viljum birtast fólki sem heimsækir Austurlands að einstök sveitarfélög eru með einhverja sértöflu og þetta er ruglingslegt fyrir það fólk sem er að koma og ætlar sig að nýta almenningssamgöngur. En þetta er nú bara til eins ás og eins og ég held að formaður bæjarráðs hafi sagt, ég vona bara að þetta slípist til á þessu ári. Örlítið fagna ég þessu mjög að þetta skulle þó vera komið hingað. Ég er endur ekki búin að sjá endanlega niðurstöðu eftir þessa aðra yfirferð. Þetta þurftur að fara aftur í gegnum kerfin hjá sveitarstjórnum eftir að það var ljóst að voru 2 sveitarfélög sem ekki ætluðu að vera með. En ég veit að Fljótsdal sér að allar halda áfram og Djúpivogur og þá er nú ekki mörg eftir þannig að ég held að þetta gangi núna fyrsta árið og þá er þetta komið allavega til SSA aftur í einhvers konar form og við skulum vona að þetta gangi nú betur. Öðru leyti og að því að formaður félagsmálanefndar ég held að væri mjög æskilegt að það væri tekin fundur líka inn í félagsmálanefnd með lögreglunni og barnaverndinni jafnvel líka því að það er gott að eiga samtal við lögregluna en þurfum að gera það kannski á fleiri á öðrum vettfangi líka, ekki bara í bæjarráðum. Það er svona tillaga sem hægt er að vinna með. Katrín Páll, vilja fleiri hvað þessi hljóðs, Einar Már Sigurðsson gerðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, og rétt að þakka og geta yfirferð þeirra félagana. Sumt betur en annað yfirfarið. Það er þrátt fyrir hérna góðu yfirferð, þá er ég með nokkura spurningar varðandi liði. Það er nú afsaka það að kom nú til með stuttu fyrir að ég kom á fundi þannig að ég náði nú ekki að afla mér allar þessar upplýsingar sem ég hefði hugsanlega geta gert en ég tæki þetta nú samt sem áður bara í röð. Það er fyrst fyrir fundagerð bæjarráðsins og ég hef nú að játa það að mér brá nú svolítið við utankjörstaðar lýsinguna því að það er náttúrulega algjörlega óviðunandi að það sé betri þjónusta við þingkosningar en aðrar almennar kosningar. Það er auðvitað ekki verið í boði og að það sé notað að þjónusta sýslumannsembættanna hefur dregist svo saman að það er bara einn staður til dæmis hjá okkur þá sem erum vel með opið utankjör og við þekkjum þetta að þetta kallar á gífurlegt óhagræði fyrir mjög marga og vegna þess að það er nú ekki eins og sýsluskrifstofan sé opin allan sólarhringinn þannig að fólk þarf að fara úr vinnu og svo framvegis til þess að fara í þetta þannig að þetta er auðvitað ekki boðlegt þannig að ég held að það verði að leita allra leiða til þess að kippa þessu liðin reyndar hluta þessu líka sérkennilegur að sveitafélagi bara dæmt úr leik af því að það tengist málum á einhvern hátt það er auðvitað afar sérkennilegt líka þannig að ég hvet með þess að skoða og aðtók hvort það sé virkilega ekki að hafa einhver áhrif á svo sérkennilega niðurstöðu sem að færir okkur, ég veit ekki hversu langt aftur í tíma því að maður segir nú bara hér til forna þá voru nú hreppstjórar víðast hvar þannig að það var nú alls staðar hægt að kjósa og þannig þetta er bara þessu er farið verulega aftur búrum við það og bara þannig það var mikið fjölbreytti leiki það var ekki á sjó jafnvel líka þetta var ótrúlega víða að þessum almenningssamgöngur tek nú undir það sem að hér hefur komið fram þetta er auðvitað bara vandræðamál og að vera lengi í bígerð og það var ekki 2 ár sem við vorum að reyna að koma einhverju skikki á þetta gegnum samgöngunefndina hjá SSA og svo fór það í þennan farveg sem að Páll mitt lýsti og maður hélt að þetta væri nú komið í höfn og þegar að stóru 2 sveitafélögin gætu svona stigið í takt þá er eitthvað annað sem kemur upp á sem veldur því að menn er ekki með og það er rétt auðvitað eins og kom fram hérna hjá forseta að SSA er búið að segja upp samningnum þannig að þetta er vel allt í uppnámi en ég er að velta fyrir mér hvernig útfærsla það verður þegar Seyðisfjörður er ekki með og Seyðisfjörður er sannarlega leggur sem er inn í kerfinu sem þýðir væntanlega, ég bara kann það ekki í smáatriðum eða mann hversu mikið af fjármagninu sem þó kemur, sem við teljum þó vera á lítið, fer í þann legg og hvað fer þá með það fjármagn?
Þannig að þetta hlýtur að kalla á svona einhverjar útfærslu. Þannig að þetta svona það sem ég ætlaði að spyrja, því að stjórnarformaðurinn hér meðalvor og örugglega með þetta á hreinu. Það var einn liður hér í seinni fundagerðinni sem mér forvitnaði svolítið það var tilboðið í Hulduhlíð. Ef ég man þetta rétt þá þetta nú, er það ekki bara langkasta tilboð sem komið hefur í Hulduhlíð. Nú þekki ég ekki nógu vel hvort að það of lágt, en mér fannst aðalega í fundagerðinni ekki skýrt nógu vel af hverju því væri hafnað. Nú er það auðvitað ríki sem þarf auðvitað að minnst ekki síður, ef ekki frekar, að taka afstöðu til þess. Ég sá ekki að það væri vísað til þess, heldur bara bæjar og teldi ekki hægt að taka því vegna einhvers sem í því kemur fram, en það var ekki sagt nákvæmlega hvað það var. Þannig að mér leikur forvitni á ef að þær upplýsingar liggja fyrir að heyra þær. Ég held ég spari allavega lönguræðina byggðakvóta og öll þau ósköp, því að nú erum við að sjá einmitt svona hluta af þessu sérkennilega kerfi. Það er sem árafjöldin búinn sem að passaði fyrir Mjóafjörðinn í kerfið og reglurnar, og þá er hann bara úti. Síðan það samt sama magnið, sama hlutfalli sem verið að deila út, þannig að þetta færist á einhvað annað, og það eru flóknar reglur af hverju þangað en ekki þangað og svo framvegis. Þannig að ég ætlaði bara að láta duga núna ekki athygli á því að þetta er auðvitað í raun og veru allt saman kolúrelt ef það hefur einhver tíma verið í takt við samtíma, einhver tíma. Þá er það allavega núna löngu komið langt í burtu. Þetta er þetta kerfi sem er gjörsamlega úr sér gengið og hlýtur að vera þannig til dæmis að þegar byggðakvótinn er horfin, en bara það að vera að segja og stinga því upp í lítil byggðarlög, nú er allt í lagi hjá ykkur af því að þið fáið hérna smá byggðakvóta og svo er strandveiðin sem bjargar ykkur, en auðvitað vitum við það öll að flest þessi byggðarlög sem þetta verið að fá, það er ekkert verið undirbúið þau undir framtíðina með þessu. Það er víðsfjarri. Þannig ef að þessir peninga væru þess vegna settir eftir öðrum leiðum til byggðarlaganna í ákveðin uppbyggingaverkefni, þá væri kannski líkur til þess að árangur yrði meiri heldur en þessu, því í bestu falli hanga menn þá á hreiminni meðan einhverjir eru tilbúinir til þess að veiða þetta. Vinnslan er ekkert endilega á þessum stöðum með eitt eða neitt, þannig að þetta er eiginlega bara hörmungarmynd þegar maður skoðar hana. En ég lofaði að hafa stuttakaplan á þetta, þannig að ég leti þetta duga. Takk fyrir hennar. Ég ætla nú aðeins að svara því sem til mér er eitthvað beint tveimur, og Páll mun koma hérna inn á almenningssamgöngunar svo betur svara því. Aðeins andið sameiningarkosningar, það er ég alveg sammála því að þetta er útskaplega þreytandi að geta ekki fengið meiri þjónustu og betri út í hverfin, og það er mikill söknuður að hreppstjórum og hérna, ég heldur að þú hafi tekið þátt í þeirri aðgerð þegar þeir voru lagðir niður á þingi. Og hérna, já, það var að búi, já, það er þetta raskot í langt séð að gera. Það er rétt en það er mikið þjónusskering þegar einmitt það millistig hvarf og þeir sinntu þessari þjónustu, og svo Páll kallaði fram inn í búrum heima í eldhúsunum og allavega, en framan á fyrst á eftir þá voru sýslumennin þó að skipa svona skammtíma hreppstjóra til að sjá mötukerfund, síðan í gildi, síðan dróst það saman, síðan var þetta samkomulag við samband sveitafélaganum, þáttöku sveitafélagana inn á bókasöfnunum. Á móti kemur líka að bókasöfnin hafa takmarkaðan opnatíma, en það var þó til staðar í hverjunu, og hérna, en núna semst í þessar umræðu, Björn Hafþór, okkar ágæti starfsmaður í samstarfsnefndinni, rak þetta mál mjög, og Gunnar Jónsson bæjarritari með honum í þessar umræðu við þá, að það var erfitt að beygja þetta nema því leyti til að það verið boðið upp á kosninga fyrir þá sem ekki eiga heimann gengt í hverju hverfi, og sýslumaður mun skipuleggja það líkt og verið hefur, þar sem fólk bara á ekki heimann gengt vegna veikinda eða aldurs, að það verið komið í hverfin og eflaust þetta taka þá í leiðinni. Ein af þeim rökum sem fram voru lögð í þessu máli, það fannst hann svona skrítið að þetta væri aftengt að því að sveitarstjórnin væri, og kannski birtist það einhver leyti í þessu eftir þetta víðfræga stjórnlagaþings
kosningar og þær kærur sem komu í kjölfar þess að sýslumaður hafði að því miklu áhyggjur að sú utankjörfundaratkvæðagreiðsla sem færi fram að hendi sömu aðila sem væri þá í umboði sýslumanns í höndum sömu aðila og væri að leggja mál fyrir til úrlausnar byðu upp á kærur. Það var eitt af, það lagði hann fram, það er hans mat og ég hugsa að það spila eitthvað inn í þessa hugsanlega. En við munum áfram íta við og það, Björn kom inn á það sem gera að það verður að fara að fá á hreint hvernig verður boðið upp á kosningar allar fyrir þá sem ekki komast. Það sýslumaður verður að koma á staðinn og láta greiða atkvæði. Í tengslum við bókunna sölu huldulíða, það er rétt að það kemur, það er að skýra bóka. Jú, þetta er hæsta tilboð sem hefur borist í huldulíð, auðvitað er það stóra málið að ríkisvaldið á 53%, það er náttúrulega það sem segir afið á, en í þessu tilboði var einfallega greiðsluröðin þannig að hún var, það var það sem þetta var boðið, þetta háa verð, en í mörgum greiðslum, svolítið langt fram í tíman og svona orðað þannig að þetta er greiðsluröð sem maður ekki alveg séð áður í fasteignaviðskiptum. Eða kannski við töldum að okkur var ekki fært að samþykkja greiðsluröð sem þessa í verki. Þannig að af okkar hálfu, en síðan náttúrulega þarf alltaf ríkisvaldið að taka náttúrulega og þeir hafa þetta, ekki segja að þeir hafa úrslitin í þessu, en það réði því að bæjarráð tók þessa ákvörðun. Ég vona þetta að svara spurningunum. Páll Björgvin, þú ekki svara almenningssamgöngum. Forseti, það er þannig með þessa tekjur sem koma í gegnum frá ríkinu inn í landshlutasamtökin að þau fara raun og veru í gegnum sveitarfélögin og beint til akstursaðilans ef að viðkomandi sveitarfélag er að halda utan aksturinn eða það er gert þannig. Þannig að þessi peninga fara aldrei inn í einhverja heild, þetta er þannig, segjum bara að það kosti 1 milljón að keyra einhverja leið, hún kemur frá ríkinu til SSA og frá SSA inn í til okkar, og síðan til verktakans, þannig að það er eins og þarna í þessu tilfelli fyrir Seyðisfjörður Ránfram, það mun eiginlega ekki snerta tekjurnar hjá þessu félagi. Þannig liggur í því. Aftur á móti byggist þetta upp á því að kannski skoða það í samningunum að þetta er tvískipt, annars vegar er verið að borga inn í almenningssamgönguna eftir umfangi almenningssamgönguna. Fjarðabyggð til að greiða langt mest vegna þess að umfangi er mest hjá okkur. En svo greiða öll sveitarfélögin ákveðin hluta af kostnaðinum, þetta er svo kallað þróunarframlag og því er skipt út frá íbúafjölda. Þannig að ég mani hvort það er 20-30% af heildarveltunni eða heildarkostnaðinum. Þannig að þessi sértæku peningar frá ríkinu, þeir koma raun og bara inn og út þetta félag og snerta þannig ekki tekjugrunninn með beinum hætti. Aftur á móti gæti félagið hafa orðið á einhverjum tekjum ef að til dæmis inngangseyrir væri með einhverjum hætti skipt einhvern veginn inn í þessari púlju, þá gæti það haft hugsanlega einhver áhrif. En það er oft þannig að það fer bara beint til verktakans þetta sem kemur inn, af því við komum þá að keyra leiðina og það er nú alls konar held í samningar það. Það sem ég var líka í vonbrigðum við og við náðum ekki saman það að það var gerð heilmikið skýrsla og það búið að kynna hana þessu almenningssamgöngu og það fengið samgönguverkfræðing til þess að vinna hana fyrir SSA. Hann lýsti því yfir að það þyrfti 2 starfsmenn í þetta félag til þess að gera þetta með reisn. En það endaði þannig, til þess að halda þessu saman, að sveitarfélögin voru ekki búin að leggja mjög litla peningi. Það er gert ráð fyrir þannig hálfri stöðu. Og við gerðum athugasemd við þetta í fyrri fundargerðum og að þetta þyrfti að vera lágmarki að minnst kosti 1 starfsmaður held ég. Og við þekkjum þetta bara því að hafa verið með þessu umsýslu hér inn á skrifstofu þá þarfnast þetta meira heldur en bara hálf stöðugildis. Þannig að þetta hefur því miður verið bara ansi snúið verkefni að vinna, en við höfum bara talið, með því að komast 1 skref áfram, ná þessu saman í félag og byrja, þá sé 1 ár undir því að láta á þetta reyna nú neiskipt vel hvort að við getum gert þetta saman eða ekki. Og nú mun það bara koma í ljós. En svarið er, þetta á ekki að hafa peningarnir frá ríkinu eiga ekki að hafa áhrif á þetta félag.
Vilja fleiri kveðis ljós undir fundargerðum Bæjarráðs utan þessara tveggja liða. Jens Garðar gerur svo. Forseti, langar aðeins að koma hérna upp aftur svona í ljósi þeirra umræðina sem hafa á sér stað hérna, að fyrst varandi utakjörstaðina, að minnst bara miður að þetta skuli vera niðurstaðan og ég held að þetta muni verða til þess að letja mjög marga til þess að fara og kjósa sem að annars þurfa að fara ekki utakjörstaða. Það er ekki eins og við séum að þetta sé kosning það að afsala sér fullveldi landsins. Þetta er kosning hérna innan sveitafélags og við annað sveitafélag sameiningu og mér finnst menn vera svona að festa sig í hræðsluvarandi stjórnlagaráð og síðan það að hvort að við ætlum hérna íbúarnir að kjósa sameiningu. Já, mér finnst menn vera að teygja svo of langt og ég held að þetta muni verða til þess að margir munu hugsa sem þurfa kannski að sækja mjög langt að til þess að fara út að kjósa utakjörstað að láta það nú frekar eiga sig sko. Varandi almenningssamgöngunar þá ætlum ég bara að ítreka það, ég kannski að mörguleyti skila hluta til að vopnfirðingar hafi ekki verið þáttakendur í þessu eða ekki vilja taka þátt, en svona hluta til, en ég furða mér mjög á ákvörðun Seyðfirðinga og sérstaklega þegar maður hefur nú hlustað ótt og títt á hérna langar og mikla ræður bæjarfulltrúa frá Seyðisfirði mikilvægi þess að sveitarstjórnarmenn á Austurlandi standi saman og sýni samvinnu í verki og svo þar eftir göttunum að þá fannst mér að svolítið skjóta skökku við að þeir ætluðu ekki að vera þessu verkefni að því að það hentaði þeim ekki. Varðandi byggðakvótann þá allir ekki verið með langar ræðum hann, en ég er alveg sammála Einari því að við erum komin með held ég þetta pottakerfi algjörlega í strand. Og Einar einmitt nefnir sem að hefur einmitt verið aðeins til umræðu veit ég eins og til dæmis inn í hópnum hjá Þóroddi voru svona og hafa verið vangaveltur. Hvað ef að tökum dæmi ef bara segjum best að vera að taka ekki neinn dæmi það segjum bara eitthvað þorp sem að fær 150 tonn eða 200 tonn og ákveður bara að leigja þetta eða bara ríkið ákveður að leigja allan byggðakvótann og í staðinn farið þá bara ákveðni peningar til viðkomandi byggðarlag. Þá hef ég það á tilfinningunni, það er bara mín tilfinning að þá myndi nú heyrast hljóður horni því að þetta eru umtalsverðir fjármunir sem eru í þessum byggðakvótum og þegar það væri búið að umreikna þá yfir í peninga sem ættu svo kannski bara ár eftir ár að fara í sama litla þorpið, hluti af þessum peningum, að þá myndi ábyggilega heyrast einhvers staðar hvernig stendur á því að þetta þorp er að fá svona mikið af peningum og akkur geta þeir fengið svona mikið af peningum. Þá að því að það eru svo margir í umræðinni sem að skilja raunin ekki verðmætin sem er verið að útdeila og fara með þegar þetta er í einhverjum þorskígildum og tonnum og það bara, menn eru einhvern veginn svona í almennir stjórnmálumræðu eru einhvern veginn ekki að tengja þetta saman. En þegar þetta er orðna krónur og aurar, að þá kannski munu einhverjir fyrir að stuða og segja, það vantar meiri pening í menntamál eða vegamál almennt í þjóðinni eða það vantar í Landspítalann eða hvað sem er. Ég held að þá muni þetta að byrja en ég er alveg sammálað því að í mörgum tilfellum, og það er náttúrulega þessi umræða sem hefur átt sér stað, við vitum það bara hér, við sáum það áður en að álveri kom, að þá var fækkun til dæmis í Neskaupstað, fólki fækkaði í Neskaupstað og það var ekki það að vantaði kvótan í Neskaupstað, það vantar ekki þjónustur í Neskaupstað, en það var samt fækkun og þetta er rosalega mikil einföldun að ætla að klína því á kvótakerfið að það voruð fækkun á einhverjum stöðum. Við erum bara, þetta er eilíðar verkefni okkar sveitarstjórnarmanna, það er að búa hér til samfélög sem að eru þess eðlis, eru með fjölmenni, eru með afþreyingu og þjónustu við íbúa sem að ungt fólk í dag setur á oddinn. Fólk er ekki bara að leita vinnu í dag. Það fer ekki bara út á land bara til þess að fara að vinna. Það fer út á land og það skoðar hvernig eru skólarnir, hvernig er heilbrigðisþjónustan, hvernig er nálægðin við innanlandsflug og svo framvegis, fjölbreytni í íþróttaiðkunum og annað. Þetta eru viðfangsefnin og þau hafa bara ekkert með kvótakerfi að gera. En það hefur alltaf bara verið svo einfalt að geta klínt þessu á kvótakerfi. Þegar að rauninni viðfangsefnið er miklu stærra fyrir viðkomandi sveitafélög og fjórðunga og svæði
og það er alveg rétt eins og menn hafa sagt að það er ekki, landið er ekki, sem sagt fyrir utan suðvesturhornið er ekki ein landsbyggð, þetta eru margar landsbyggðir. Verkefnin eru mismunandi og staða okkar er mjög mismunandi eftir því hvar á landinu þú ert. Þannig að það er mjög ódýr lausn og menn er að koma sér ódýrt frá umræðinni með að skella bara skuldinni á að þetta sé bara kvótakerfið. Að því að menn vita það innst inni sem eru þó, ef menn er eitthvað að hugsa um þessi mál, að það eru miklu stærri og meiri viðfangsefni í það að reyna að fá fólk til að búa viðkomandi svæðum. Og það hefur bara ekkert með kvótakerfið að gera. Það er bara þannig. Það eru samgöngur og það eru þjónusta og allt þetta sem ég var að nefna áðan. Þannig að ég held að hérna að þetta muni svona þessi kerfi, ég bara vona það að hérna þau nýtist þeim sem eru að nota þau, en ég er alveg sammála Einari að ég held að þau þurfi ákveðna endurskoðun og ef að þau eiga að vera ákveðin viðspyrna fyrir ákveðin svæði eða sveitafélög eða þorp, byggðarlög, að þá þurfum menn að endurskoða þannig að þetta sé þá alvöru viðspyrna. Þetta sé ekki þannig eins og menn, ef þetta væri sauðfjárbýli og ríki kæmi til hvers og eins sauðfjárbóndi og sagði, hér eru 2 kindur handa þér, kæri vinnur, og 2 kindur handa þér. 2 kindur ger ekki neitt. Þær bjarga ekki sauðfjárbýlinu og þær eru engin framtíð í því. Og ég veit að bóndasonurinn er sammála með því, Jón Björn Hákonarson. 3 kindur. Þetta er að vera á góðum ættum þá. Vilja fleiri, þakka fyrir Jens, vilja fleiri hvers ljóð, Einar Már, Sigurðarsson, gerðu svo vel. Já, það ekki. Nú er ég búið með kvóta. Forseti góðir bæjarfulltrúar, örlítið varðandi kvótamálin. Mér fannst nú maður bæjarráðs þetta svona aðeins yfir í að hann væri á einhverjum öðrum vettvangi, en við skulum ekkert vera að velta okkur upp úr því mikið, en sko þegar þetta ágæta veiðistjórnarkerfi var sett á, þá byggir það raunverulega á 3 stoðum. Það er fyrsta lagi umhverfisstoðin sem var sem sagt takmarka magn í hafinu og við höfum augljóslega náð mjög góðum árangri þar. Í öðru lagi hagræðing sem blasti við vegna þess að staðan var bara þannig að það varð að hafa hagræðingu og hún held ég almennt geti með að hafi tekist mjög vel. 3. stoðin, og þar held ég að vona ég að menn séu almennt saman og líka að hún klikkaði. Það er að segja samfélagsáhrifin. Þau auðvitað, þeim var bara hreinlega ekki sinnt almennilega. Og það kom fram hjá Jensi Garðari alls konar þættir sem tengjast þessu. Og það er algjörlega ljóst, eins og ég var svona aðeins að íjað á það, að ætla að leysa samfélagsstöðuna bara með því að dreifa svona einhverjum kvótum í alls konar nöfnum og pottum og hér og þar og síðan eiga menn bara vera góðir. Þetta er að sjálfsögðu ekki neinn framtíðarsýn í svona. Það er í besta falli hægt að gera þetta tímabundið til þess að bjarga mönnum yfir eitthvað. En ef að þessir peningar, og það held ég að sé kosturinn, ef menn sæju mitt hvað þetta eru miklu peningar, því þetta eru óhemju peningar sem þarna eru að fara í gegn. Verðmæti sem eru því miður almennt ekki í umræðinni reiknaðar yfir í peningar. En það er í raun og reikn mjög flókið að reikna það vegna þess að það er bara ekkert að taka meðaltalið af því hvað þessi kostar, hvað er ekkert að selja þetta á og þá er það verðgildi. Og þá væri ekki sá skortur sem við horfum á víða í fjármagni til þess að styrkja byggðarlög í ákveðin verkefni. Og þannig þyrfti þetta að vera, það var einhver uppbyggingarkerfi sem menn keyrðu af stað og ekki að eilífu, heldur til að skapa grunn fyrir eitthvað sem getur síðan haldið áfram. Og algjörlega væri ljóst að til dæmis byggðarlag eins og Borgarfjörður Eystri, hann þyrfti að fá eitthvað sem tengt í samgöngumálum. Vera byggðarlag sem ekki er tengt bundu stillagi líklega það eina á landinu sem getur þó verið eftir hvernig við skilgreinum það, en allavega sem tengist öðru, ég held að sé ekki annað byggðarlag sem ekki tengist öðru byggðarlagi með bundu stillagi. Fyrir utan Grímsey og annað slíkt sjáðu þar sem þetta er nú býsna strempið. En þannig sé það svona á meginlandinu og Vestmannaeyjar sem við þekkjum þetta líka sem já, er auðvitað ekki þannig. En almennt er það. Þannig að við sjáum að mjög víða hefur þetta er bara mjög pottur brotinn í því hvernig þetta tengist. En
þegar við sitjum uppi með svona ríkisstjórnstöðunar þá kannski ekki líklegt að mörg skref verði stigin í þessa átt en vonandi lagður einhver grunnur og ég hef þá óskað að það sé minnst þannig að stöðuleikin verði svolítið í því og stöðnunin að menn staldri lítið við í ráðuneytunum og geti kannski komið einhver í verk en þurfi ekki stöðugt að vera að skipta og geta svo sagt, já, ég var búinn að skipa nefnd en hún skilaði bara ekki fyrir en ég var hættur eða hætt og þar leiðandi það næsti sem tekur við og mér heyrist að í almennum viðbrögðum sé það þannig, jú það að vísu komið niðurstöða en allir verðum ekki að skipa nefnd þess að fara yfir þá niðurstöðu. Hversu oft veit ég ekki. Þú fengið það. Gæði fyrir hennar, vingilbeðin og hann yfir í samfélgar hluta. Góða bæjarfulltrúar vilja fleiri hljóðs, Elvar Jónsson gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri ákveðið bæjarfulltrúar, það er best að ég komi hér upp og verði í ríkisstjórnina. Nei, ég ætla ekki að gera það, en hér ætla ég að koma inn á kjördæmavika, fundur með þingmenn kjördæmisins. Og það komir ekki óvart þessi tölfræði sem formaður bæjarráðs fór hér með tímann. Ég ætla nú bara að lýsa því hér yfir að á þessum tíma sem ég hef verið bæjarfulltrúi síðan 2010 þá finnst mér þessi tími og þessi möguleiki á að hafa samskipti við þingmenn kjördæmisins hafa alltaf minnkað einhvern veginn og alltaf einhvern veginn fjarlægst. Ég man ekki betur en hér fyrir þessum árum síðan að þá hafi þingmenn kjördæmis komið hér niður í Fjarðabyggð og hitt okkur í bæjarráðinu og það hefur verið mun lengri tími, ég man ekki nákvæmlega hvað hann var mikill en mér finnst þetta allt einhvern veginn að sama meði. Mér finnst líka, og ég hef ákveðnar heimildir fyrir því að til dæmis embættismenn og ráðuneytum og ráðherrar komi nánast aldrei hér inn í ríkisstofnanir til dæmis í sveitarfélaginu og hafi ekki komið árum saman, ekki nokkur einasti maður úr þessum fagráðuneytum sem tengjast þessum stofnunum. Þó frekar kannski ráðherrarnir sjálfur. En hér, svo var tíðin skilst mér áður að mjög reglulega kom fólk úr ráðuneytum og kynnti sér starfsemi þessara stofnana og skoðaði aðstæður og svo framvegis. Það virðist allavega í mörgum tilfellum vera nánast liðin tíð. Og hver einasti fundur málefni þessara stofnana, allavega það sem ég þekki til, og ég hef heyrt það líka á stofnunum við annars staðar á landsbyggðinni, ekki bara hér fyrir austan, þeir fara fram inn í ráðuneytunum í einhverjum fundarherbyggjum þar. Og mér finnst á þetta bara ekkert svo mjög mörgum árum, ég nefni hérna þann tíma sem ég hef verið í sveitarstjórn, sem ekkert mjög mörg ár, tæplega 8 ár, þá hafi þetta allt saman orðið mikið verra. Bæði samskipti við kjörnafulltrúa, þess verra í þeim skilningi að það er mikið færri gluggar og styttri sem menn hafa til að eiga ákveðin samskipti, kjörnafulltrúa og ekki síður embættismenn ríkisins í lykil ráðuneytum og lykil starfsmenn þar. Og ég hef miklar áhyggjur af þessari þróun og mér finnst þetta mjög slæm þróun og ekki nokkra trúður en öðrum bæjarfulltrúum hér finnst það, en þetta er líka mjög óholl þróun. Ég held til dæmis að sé greiðlega mikið ójafnvægi í samskiptum sveitarfélaga og ríkis og það hafi bara versnað undanfarin ár. Það hefur kannski ekkert verið neitt sérstaklega gott fyrir nokkrum árum en það sé verra. Og svo annað að þá geta fólk sem hafa verið okkar þingmenn í gegnum árin og sem við þekkjum verið kosið oft til Alþingis undanfarin ár, mikið oftar en kannski æskilegt og það líka lagar ekki þessa stöðu. Það er varla búið að komast í stólana, þá geta fólk sem er kjörið til Alþingis þá er kosið aftur og eitthvað nýtt fólk kemur inn eða eitthvað breyting og þetta er, ég held að stjórnsýslan á Íslandi bæði
sá helmingur sem heyrir til kjörinna fulltrúa, þá meina ríkisvaldið og embættiskerfið sé bara stór skaðað eftir þetta allt saman og það þurfi bara að eiga sér stað eitthvað samtal á milli til dæmis sveitarfélagana og ríkisins í þessum efnum og stofnana, sérstaklega stofnana á landsbyggðinni, að þetta sé bara langt frá því ásættanlegt. Mjög óeðlilegt allt saman og hefur orðið verra. En þetta ágæta fólk sem hefur verið kjörið fyrir þetta kjördag undanfarin ár, bara sóma fólk allt saman. Ég verða samt að segja frá þeirri upplifun minni að svona miðað við önnur landsbyggðar kjördæmi sem náttúrulega ekki mörg, það ekki mörg kjördæmi en eftir. En það svona 2 allavega mjög stór landsbyggðar kjördæmi, jafnvel 3 ef við tölum landsbyggðar kjördæmi. Þá sé bara Austurland að dragast aftur úr í varðandi þjónustu ríkisins. Og ég get nefnt hérna eitt dæmi sem ég hef talað hér áður og oft rætt við þingmenn kjördæmisins. Það til dæmis Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem er náttúrulega ekkert annað en ríkisstofnun þó hún fái vísu fjármuni annar staðar frá líka með styrkjum og öðru sem hún aflar sér sjálf. Hún bara nánast stikkfrí á Austurlandi og það breytist ekki neitt. Það breytist ekki neitt alveg sama hvað sveitarstjórnarmenn hamra á því, SSA eða bæjarfulltrúar í Fjarðabyggð eða einhver öðru sveitarfélagi hér fyrir austan. Ég veit að það er gert og stofnanir hér á Austurlandi sem hafa vakið máls á þessu. Það gerist ekki neitt. Það verður ekkert gerst. Samt ætti Austurland að hafa nokkra starfsmenn hér með við svona íbúafjölda og ýmislegt annað. En það nánast ekki neitt. Það eitthvað 75% stöðugildi sem búið að kría út sem hér til staðar. Ekki einu svona heilt stöðugildi. Síðust ég vissi allavega. Þetta svona dæmi því miður held ég þetta. En svona samandreið þá hef ég miklar ágjör á því að það verið ekki gripið í taumana þarna og menn setjast bara niður og einmitt kannski fái meira en korter til þess að þá sé þetta bara ástand sem er skaðlegt. Líka fyrir ríkisvaldið. Ég meina, auðvitað það þannig að íslenska ríkið og þeir sem eru kjörnir til að stýra því, þeir hafa gríðarlega hagsmuni af því að Austurland blómstri. Hér náttúrulega gríðarleg, eins og við höfum oft farið yfir, gríðarleg framlegð og allt það. Þannig ég held að þetta sé svona dæmi ef mann gerir ekki eitthvað, þá sé þetta slæmt fyrir alla. En ég upplifi þetta allavega svona, ég hef kannski ekkert annað mikið fyrir mér nema þannig dæmi sem ég nefndi til dæmis Nýsköpunarmiðstöð og þennan tíma sem Jens nefndi hérna á hann. Ég svona upplifi það að þetta sé á mjög vondum stað, þessi samskipti. Ríkis og sveitarfélaga, kjörna fulltrúa ríkisins og kjörna fulltrúa sveitarfélaga og stofnanir út á landi versus ríkisvaldið, ráðuneyti og annað. Þetta sé ekki gott. Takk. Þetta sé rammi vel inn þessu umræðu. Segja bara eitt orð, lög og opinber fjármál. Sem er mesta aðför að fulltrúalýðræði á Íslandi sem gerði hefur verið og samþykkt aðeins sjálf. En vilja fleiri kveða sér hljós? Þetta fundi ekki bæjarás? Svo verðist ekki vera. Þá ætla ég að bera þær upp undan skildum liðum 9 og 10 í fundargerð 552 þegar það samþykkt með nýjatkvæðum. Þá ætla Ragnar Sigurðsson að víkja úr sal og þá tökum við til umræðu áður nefnda liði og leið og ég opna umræðan þá skal til að fá kveða með hljóðs, það er liður 9 og það er liður 10. Í fundargerð 552 sem sagt byrjum á 9. Það er á ferðinni til útskýringar erindir frá lögsum fiskeldi
Nei, 11 var að því það er almennt lagafrá. Það er hérna. En laxar fiskeldi vakti athygli að þarna er að hefjast ferill, svo það sé út listingar. Laxar er fannin að hefja feril að sækja 400.000 tonna laxeldi í sjókvíum Fáskrúðsfirði og nú eru þeir leður hefja þann feril óskar eftir umsögn frá sveitarfélaginu. Síðan áttur að fara til skipulagsstofnunar og síðan kemur umhverfismatsferli og aftur til umsagnar. En enga síður þá fóru hafnarstjórn og eignaskipulags- og umhverfisnefnd að beiðni Bæjarráðs yfir þessa tilkynningu og gerðum við hana athugasemdir á þessum fyrstu stigum og sendin og ég ætla aðeins að koma stutt kannski yfir það helst í þeim athugasemdum. Eins og með þekkja þá og við höfum haft að leiðarljósi í allri þessari vegferð sem við höfum átt í frá því að laxeldisfyrirtækin hófa sækjum leyfi að við höfum bent ítrekað á fyrir utan náttúrulega þá augljósu staðarind að við vildum hafa þetta skipulagt allt í okkur höndum og geta skipulagt firðina okkar út frá þeirri starfsemi sem við erum búin að skipuleggja í landi. Því að leiðu við þetta fögnum því að það er komin í atvinnustarfsemi þá vorum við líka að horfa til þeirra atvinnustarfsemi búið er að byggjast upp og þeirra samfélag og þannig að þetta sé með sjálfbærni að leiðarljósi eins og við tilgreintum í okkar stefnu. Í þessari umsögn þá vöktum við athygli á ýmsum svona þáttum sem töldum rétt að laxarfiskeldi skoðu betur í umsögninni eða í þessari vinnu sinni og við leggjumst algjörlega gegn fiskeldi í Höfðahúsabót á Fáskrúðsfirði. Við teljum að það og á móti Eyri, Fagraeyri sem er hinum megin fjarðar, sunnan megin að þarna sé orðið mikil þrengsli sem ógni siglingaleiðum og geti bóðið upp á hættu í þeim efnum. Við líka bentum á dýptina við Æðasker, bæði þar sem eins og kemur fram í þessu erindi þá er orðin dýpt þar mjög grunnt að við teljum og við teljum og komin og þannig að við komum inn á þessa helstu þætti sem þarna eru í tengslum við þetta og sendum inn og komum þeim framfæri þannig að það verði tekið til þess á fyrstu stigum vinnunar og jafnframt náttúrulega að það sé komið þarna sér helst til hliðsjónar náttúrulega þessi uppbygging sem á sér stað og það megi ekki ógna þeim siglingaleiðum innan fjarðar. Hins vegar hvað viðvíkur umsögn umsögnir sem við settum í tengslum við framleiðslu á laxi 10.000 tonn í Reyðarfirði. Þar er sem frummatsskýrslan og við unnum eignaskipulagsumhverfisnefnd og hafnarstjórn vann ásamt Bæjarráði umsögn í samstarfi við starfsmenn sveitarfélagsins að umsögn á þeirri frummatsskýrslu þar sem er náttúrulega það sem þetta komið á það stig að þannig verið að vinna umhverfismat og til skipulagsstofnunar. Það náttúrulega bentum á samt fjölmarga þætti en kannski það sem ég helst dreip á það er annars vegar Hjálmeyri. Við leggjumst gegn því að laxeldi verði í Hjálmeyri hér í Reyðarfirði. Það er orðið innan hafnarsvæðis og við teljum að það í ljósi náttúrulega þeirra miklu umferðar sem er höfn og Mjóeyri að með þeim stóru og miklu skipum sem þar koma þar sé svona verulega þetta skapi hættu. Við vekjum athygli á akkerispunktum sem eru hér einungis 3 í Reyðarfirði. Jafnframt líka efnistökusvæðin í sjó. Það er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélög að við höfum aðgang að þeim efnistökusvæðin sem við höfum unnið frummat að því að meira og minna hér þær byggingar og hafnagerðin okkar er byggð á efnistöku úr sjó. Við höfum lítið aðgangi að malarefni á landi. Þá líka bendum við á þar eins og bara við bendum á hér strax þegar við settum okkur stefnu fiskeldismál bæjarstjórnin þá bendum við á að Hellisfjörður fyrir að njóta friðunar vegna þess að þeir væru hluta gerpissvæðinu sem væri nú komið á stað í friðunarferli þó að það væri friðlýsingarferli þó svo að það væri ekki komið lengra þegar það væri eyðifirður þeir tilheyrðu svona sín sem við hefðum á gönguleiðaferðarþjónustu og náttúruferðarþjónustu. Þá líka bendum á fólkvangan á Friðlandi og bendum á þessar umsókn okkar bara í samræmi við þá stefnu sem við mótum okkur þarna að Hólmanesið og Hólmanes Friðland að það þurfa að hafa það í huga að það sé ekki kvíar undir sem ógni því Friðlandi heldur og þeirri sín sem þar er. Þannig að þetta er svona það helsta sem við höfum og það hefur verið algjör samfella í þeim umsögnum og það er rétt að það sé sagt hér í Bæjarstjórn að Bæjarstjórn Fjarðabyggðar hefur í sínum umsögnum
samstíga farið vel yfir þá þætti sem við teljum. Við erum að standa vörðum siglingaleiðir, við erum að standa vörðum á starfsemi sem byggst yfir upp við náttúruna hjá okkur. Viljum horfa til þess að það sé sjálfbært, við skilum fjörðunum sama ástandi, en við leið að sjálfsögðu eigum það samtal við þau fyrirtæki sem vilja hér byggja upp til framtíðar, sem er þetta sjálfgefið að bæjarfulltrúar hverju sinni gera alltaf. Þannig að þetta er svona kannski helsta sem við komum inn á þessu svona út frá þeim umsögnum sem unnið hafa verið, en orðið er laust í Jens Skar Helgason fyrir svona. Forseti, ég ætla svo sem ekki að endurtaka það sem að forseti fór hér yfir áðan. Hann gerði þessi mjög góð greinaskil, góð skil. Ég held að það hafi verið mjög gott að við settum þetta til umsagnar og umræðu inn í þessum nefndum sveitarfélagsins, þannig að sem flestir í stjórnkerfinu hjá okkur hafi aðkomu og umsögn. Þetta er líka til að upplýsa, þannig að sem flestir í stjórnsýslunni séu upplýstur það hvernig málið er. Þetta er mjög stórt mál og ég held að það hafi verið mjög til heilla fyrir okkur og það er bara frábært að vita til þess að í þessu stóra máli er algjörlega þverrpólitísk samstaða það hvernig við höfum nálgast þetta verkefni og nálgast þessa nýju atvinnugrein sem er að koma hér inn í okkar samfélag. Og ég veit að það er horft til þess af opinberum aðilum og öðrum sem hafa verið að vinna í þessu, hvort sem það eru á vegum ráðuneytisins eða annars staðar, að menn horfa til Fjarðabyggðar sem algjörlega til fyrirmyndar í því hvernig þetta verkefni hefur verið nálgast. Með því að búa fyrst til stefnumótun, gera ákveðna stefnumótun sveitarfélagsins, þó að hvorki stefnumótunin okkar eða nýtingaráætlunin hafi beint lögformlegt gildi. Og það er síðan þessi umræða varðandi skipulagsvaldið, en tökum hann ekki hér. Að þá er samt að við séum búin að gera með okkur einhvers konar markmið og stefnumótun það hvernig við viljum sjá þetta, hvert við viljum stefna og hvernig við viljum nálgast þessa nýju atvinnugrein. Ég held að sé líka bara mjög gott fyrir viðkomandi fyrirtæki að þau átti sjá því að hér er sveitarstjórn sem er tilbúin að vinna með þeim en á ákveðnum forsendum og með hagsmuni allra að leiðarljósi, hvort sem að það eru þá þau fyrirtæki sem fyrir eru, það atvinnulíf sem fyrir á svæðinu, skipulag, efnistaka og ekki síst umhverfið og annað. Þannig að ég held að rauninni til lengri tíma sé það mjög gott fyrir þessi fyrirtæki að vita það að hér taka menn á málunum með ábyrgum hætti og horfa til allra hluta, að því að þannig mun það líka verða best fyrir fiskeldis eða þessi fiskeldisfyrirtæki hér í Fjarðabyggð mun alltaf verða til lengri tíma best ef að menn gera þetta í sátt og samvinnu í sinni uppbyggingu við samfélagið, fyrirtækin sem fyrir eru og svo framvegis. Og það sem að sem að tengist nú kannski meira 2.11 en ég bara misskildi aðeins forsetaðinn áðan en það tengist rauninni inn í þetta líka er það að í nýja frumvarpinu sem að er núna drögin sem að eru núna að þá er það þannig að í rauninni er það áhættumati sem er lagt til grundvallar. Þetta áhættumat sem að við ræddum nú mikið hér í fyrra og ég og ásamt bæjarstjóra og síðan oddvita og sveitarstjóra á Djúpavogi fórum og hittum samráðsnefndina, hittum ráðherra og hittum Hafró út af því máli, áhættumat Hafrannsóknastofnunar. Það er rauninni svona forsenda frumvarpsins. Það miðar svona eins og þegar ég las yfir frumvarpið þá miðast allt út frá áhættumatinu sem ég held að sé bara gott. Við erum að stíga hægt og örugglega til jarðar og í þessum efnum og við erum að láta umhverfið njóta vafans og ætlum ekki að fara úr hratt en við ætlum að byggja upp fiskeldi en bara á réttum forsendum og með þá vísindalega ráðgjöf og nálgun að leiðarljósi í þessum málum líka sem ég held að sé mjög mikilvægt. Þannig ég held að þetta sé bara hið besta mál. Það er eins og fleiri kveðslið sem til liðum 9 og 10. Svo verðist ekki verið, ég ber það til samþykksmerki, þeir eru samþykkt til samhljóða. Þá má kalla Ragnar í sal aftur. Og þá förum við í fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 196 og 197 og þar vekur Ragnar sömuleiðis, þannig að vekja athygli mín á því að liður 9 og 10 eru þar jafnframt til afgreiðslu og samhljóða því sem er hér
var hér til umræða, þannig að ég óska til að þeir verið teknir sérstaklega til umræða atkvæðagreiðslu. Ég hef fallist á vanhæfans eins og í fyrra málinu. Ég vil vekja athygli á því að í fundargerð 196 einnig vék ég undir lið 3 sem er Tjaldsvæðisfjarðarbyggð vegna tengsla við einn sem það sótt Þar felur ekki í sér afgreiðslu, heldur einungis það að nefndin fól umhverfisstjóra, nefndin að öðru leyti án mín tók það mál til umfjöllunar, fól umhverfisstjóra að vinna málið áfram. Þar leiðandi það sem ekki með afgreiðslu að ræða er ekki vanhæf í mínu tilfelli og ég geti tekið þessa fundargerð og afgreitt þannig að því leyti til. En þá ætla ég að fá að kveða með hljóðsýruleið til fundargerðum eignarskipulags umhverfisstjóra og fá að vekja athygli á nokkrum liðum, vekja athygli bæjarfulltrúa á nokkrum liðum sem þarna hafa verið til umfjöllun og afgreiðslu. Það er fyrst hér í fundargerð 196, liður 1, vetrarþjónustan, bara aðeins að kynna það fyrir bæjarfulltrúum að þessi vetur er okkur þungur í skauti sveitarfélaginu að því leyti til að hér hefur komið til mikinn aukning í snjómokstri og þarna var verið að fara svona yfir lokaniðursta ársins 2017 og það er svona ekkert, það er ekki fjölum við það, við erum 25 milljónum yfir fjárhagsáætlun í kostnaði við snjóruðning. Það skýrist nú sérstaklega af seinni hluta ársins eða þessum nóvember og desember hjá okkur sem hefur verið þungur og það sem af er þessu ári skulum orða að það verður nú ekki léttara. Þannig að við verðum vonast til að það verður sérstaklega snjóleitt haust og næsti vetur. Það verður nú betra en þetta er einn af þessum liðum sem ég afskaplega erfitt er að áætla fyrir okkur í ári. Við sagðum það líka bara til þess að vekja athygli að þessi samningu við Vegagerðina þjónustu þéttbýli eftir samhljóð því sem við gerum árlega við Vegagerðina þá aðkoma það sem þeir eiga þjóðveginn í þéttbýlinu sem líka gegnum þorpin. Aðeins að koma inn á styrki til uppbyggingar og innviðum fyrir rafbíla. Þarna kom tilboð frá Hlöðu. Þetta heiti Hlöðu, var ekki Hlöðu þetta var, við áttum miklu vandræðum hvernig þetta hlaða hvernig var þetta fall með þetta. En þeir áttum miklu vandræðum með það líka í sínu bréfi en þetta er semst nýtt nafn og eldra fyrirtæki. Við sagðum að ganga til samninga, menn þetta er á grundvelli þess að við sóttum styrki til uppbyggingar hleðslustöðva gegnum Austurbrú, eða með Austurbrú og fleiri sveitarfélögum á Austurlandi og þarna að ræða þá styrki sem komið til að við munum ganga til samninga við Hlöðu og sem munið þá annars rekstur og viðhaldastöðvar með verða áfram í okkar eigu. Þetta var ágætis umræði í eignarskipulags umhverfisnefnd og þetta er þá sú staða, þannig ætlum að stíga þetta að fara á stað í þessu verkefni. En síðan náttúrulega í ljósi þess að rafbílavæðing er aukast þá veltum við fyrir okkur á sama tíma við höfum þess ekki séð okkur sinni ástæði til okkur fyrir okkur að eiga bensínstöðvar eða eldsneytisstöðvar aðrar að þetta gildi bara sömu og segja hugmyndir og verið hefur. Það sem bensín eða olíufélögin hafa sótt lóðir, fengið þeim útlutið að það hefur samræmt skipulagi og reka og eiga sína stöðvar og við teljum það sem eðlilegt að það verði framtíð að sýna okkar að sveitarfélagi sé ekki beint inn í þessu rekstri til frambúðar. Þó við séum að koma þessu á til þess að þetta sé svona samfell í þessu hér nú í byrjun. En síðan þurfum við að horfa til þess að það er víða mikið sótt hleðstöðvar á bílastæðum. Við þurfum þá að horfa til þess líka hvernig við viljum stýra þeirri þróun. Að það þrengi þá ekki að bílastæðum í miðbæjum eða annar stað sem við erum með fyrir. Við þurfum að horfa í það. Nefndin tókum þetta ágætis umræðu og svona horfði það kannski að lyftustaðinn horfa þá til framtíðar að þetta væri þá í höndum bara fyrirtæki sem ætla að reka, eiga og þjónusta þessu stöð. Aðeins sambandi við vatnssveitum 2018, við fórum hann yfir greinargerðsvistir og veitusviss með þekkja atburðarásinum sem varð þegar í miklum leysingum hér daginn í janúar. Þá barst Jarvis, gerlamörk fóru í viðmiðunarmörkin en reyndar eins og með þekkja úr umræðinni að sunnan að það sem smíðsjúkdómalæknir fór ítalið við það að það væri ekki ástæða til þess að óttast jarðvegsgerlamörki, eða þá þau mörk sem það var farið yfir fyrir sunnan. Það er sama hér, þannig gerist það berst niður í borholurnar í miklum leysingum, jarðvegsgerlar einhverju leyti en þetta er ástæða til þess að fylgjast vel með þessu og við ætlum okkur og veitustjóri fór ágætlega yfir þá sína töku og svona eins og umhaldi á þessu til frambúðar. Aðeins hér fórum við viðbyggingu leikskóla Lyngholt, teikningar af frumhönnum voru lagðar fyrir okkur á þessum fundi og við, svo
ég held ég að greint ég frá og síðasta fundi bæjarstjórnar, þá horfum við svolítið í það að leið við gengum frá samningum hönnun að láta skoða samþættingu félagslundar til frambúðar. Það er svona í kjölfar íbúafundar sem var hér á Reyðarfirði fyrir haust, að sjá hvort hann geti nýst. Þá erum við að horfa kannski fyrst og síðast ekki einfald á að það verði ódýrar sem slíkt inn í þessu, heldur að fá not fyrir það hús og það tengist þessu skólasvæði betur. Þannig að við lögðum fyrir okkur svona fyrstu hugmyndir af því. Við ákvaðum að láta hönnuðinn svona koma að kasta fram hugmyndir sem við getum kynnt svo áfram og erum að sáum það og leitst ágætlega á. Það verður unnið freka með það og kynnt svo náttúrulega fyrir starfsmönnum og það er að kynna fyrir foreldrum og fleira. Þannig að ef mönnum sýnist að það sé möguleiki að nýta bygginguna, þannig að vel farið að. Aðeins bara, ég er í 197, þannig fyrsti liður, það er bréf frá Skipulagsstofnun. Eins og með þekkja, við fórum í óverulega breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar, orðalagsbreytingar vegna fiskeldis sem eru óverulegar. Skipulagsstofnun var ekki tilbúin til að staðfesta þær á svona stöddu, þannig að við fólum bæjarstjóra að fara málið og ræða frekar Skipulagsstofnun. Það er ekki verið að breyta uppdráttum, það er ekki verið að breyta aðalskipulagi í grundvelli, heldur verið að færa orðalag í því til samræmis það sem við þann veruleika sem við erum í núna. Sömuleiðis við tókum fyrir 2 áskoranir frá Foreldrafélagi Grunnskólans og það var ástæða til að þakka. Það er annars vegar íþróttahúsið á Eskifirði. Við vitum að það var svona áskorun það að það þurfi að koma til lagfæringar þar og þetta er mál sem Eignarskipulagsstofnun var búin að vera fjallum á síðasta ári. Við erum þá að vinna úttekt á íþróttahúsinu til þess að átta okkur á hvað þyrfti að koma til í viðhaldi og endurbótum. Jafnframt þurfum við að taka þá tillit til þess inn í framtíðina hvort við viljum stækkað hús, það hús er lítið og er með stækkuna möguleika. En fyrst vildum við fara í gegnum það viðhald sem þetta fara fram á því sem kemur þá til góða hversu önnur ákvörðun verið tekin. Við létum laga það fyrir 6 milljónir árinu 2016 á þakki því að það var leki, því miður er svo leki einhverju leyti en til staðar sem skýrist af mistökum hjá verktaka og hann hefur verið að vinna í því núna að hvað gerðist, eða menn tellir sig þekkja hvað gerðist en hann þarf að hvernig hann getur lagfært það. En við gerum ráð fyrir, vorum búin að setja í fjárhagsáætlun 2018 framkvæmdi fyrir 15 milljónir í íþróttahúsinu, þar endurnýja loftræstikerfið fyrir hluta því fjármagni, komast til lekan, mála salinn og búningsklefana núna en svo náttúrulega áframhaldi viðhald í tengslu þessa áætlun sem þetta vinna á síðasta ári. Sömuleiðis fólum við framkvæmdasviðsstjóra að fara yfir ástand húsnæðis félagsmiðstöðinni í Fjarðabyggð í svona framhaldi af umræði sem var hér á fundi með ungbarnaráði ástand sveskjun og annar húsa og hann er að vinna að því og mun leggja það fyrir nefndina nýju. Jafnframt var líka frá ungbarnaráði í sambandi við gervigras og Norðfjarðarvelli að menn töldu það og tónstöðin tók undir með ungbarnaráði að það þyrfti að skipta það gras og að gera heilsta áætlun uppbyggingu íþróttamannvirkja í Fjarðabyggð í samstarfi sem nefnda. Við bættum því og við teljum það sé mjög brýnt hvort sem það gerist núna á grundvelli þessara nefnda eða hvort við láta það bíða þar til þær kosningar hafa fram og nýjar nefndir skipaðar, þá er það orðið mjög brýnt að við vinnum þessa heilsta áætlun og tímasetjum og við erum að komast á þann stað hugsanlega í fjármálum og við getum fyrir að horfa til þess. Það var að sama með skólalóðinu Eskifirði, það kom erindi frá skólaráð og nemendaráð grunnskólans og við höfum gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun núna þessa árs, vorum búin að gera það síðasta ári á lagfæringum á grunnskólalóðunum á Reyðarfirði og Eskifirði. Það er búið var að leita til hönnu, bara leið og nýtt ár hófst og til að hanna þessu svæði til að vinna eftir og það verður farið að framkvæmda hönnu þá liggur fyrir. Þannig að við gerum ráð fyrir það verði voru verkefni. Síðan aðeins endurbætur á húsnæði Salthúsmarkaðarins, það kom bréf Salthúsmarkaðnum og sem var vert að þakka líka. Þar hefur mikið og gott starf átt sér stað og þar hefur átt sér stað heilmikil bæði náttúrulega í sjálfboðaliða að við nú okkar tilstyrk endurbætur á húsnæði. Það er svona við fólum sýstur að skoða það sem verið að biðja hann er verið að biðja svona ákveðna lagfæringar á umhverfinu, aðkomunni sem eru nú, held ég, verið þægild við að eiga með vorinu og svo erum við líka erum að hrinda í framkvæmd því sem var nú áætlun hjá okkur að hefja klæðningu á húsum. Það var á áætlun Eignarskipulagsstofnunar á fjárhagsáætlun þess árs því að það þarf að klæða gamla samkomuhúsið svo utan til þess að ljúka framkvæmdi við það. Þannig að það gerum við ráð fyrir að verði núna að verði hafist handa við það í vor. Eina sem bara hræðir okkur er spurningu verktaka og iðnaðarmenn sem alltaf er klassíska spurning í framkvæmdu sveitarfélags.
aðgangur þeim, það sem er mikið að vera. En fleira var það ekki. Orðið lust, vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég fundargerðinar upp utan liðar 9 og 10. Þess að það er sann ekki með skeiðmerki. Sagði þetta með nýjarkvæðum, þá ætla ég að biðja Ragnar Sigurðsson að víkja úr sal. Og þá mun ég opna umræðu liði 9 og 10 í fundargerð 197 sem er nú samhljóða þeim liðum sem við afgreiðum með áðan. Vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég þá liður til að samþykkta þess að það er samþykkta með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson stíga aftur í sal. Og þá förum við næst í fundargerðir hafnarstjórnar númer 190 og 191, orðið laust þar, einhver kveða sér ljós. Svo virðist ekki verið, ég ber það til samþykkta þess að það er samþykkja með skeiðmerki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundargerð fræðslunefndar númer 51, orðið laust hann vill einhver kveða sér ljós. Svo verðist ekki verið, ég ber hann til samþykktar þess að hann samþykkja, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar númer 45, orðið laust hann vill einhver kveða sér hljóðs. Svo verðist ekki verið, ég ber hann til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð félagsmálanefndar númer 105, Páll Björgvin hefur beðið um orðið, gerð svona Páll Björgvin. Forseti, aðeins hér vonandi fundarsköp, þegar við athygla því að það hefur eitthvað farið úrskeiðis hérna í 5., 4. og 5. lið. En já, hérna það er ekkert bókað undir þessum 2 liðum og ég fór til bæjarritarans og ég held að sé nú auðvelt að leysa úr þessu, búa til einhver auka bókun eða slíkt, því að varandi 4. liðin öldungaráð, þarna er bara lögð fram til kynningar held í önnur fundargerð öldungaráðs og hún er núna inn í fundargögnunum, þannig að það ætti nú ekki að vera að söka því. Þannig að það lá fyrir hérna í fundargögnum fyrir fundin. Svo er almennt númer 5, að við vitum að þetta er fjárhagsaðstoð, þannig að það er þá bara bókað, þetta er fjárhagsaðstoð og fært í trúnamálabók. Ég vissum það, þetta verður til mikil umræði, en með leyfi forseta og bæjarritara að finna leið til þess að bóka þetta inn og staðfesta svo fundingar. Takk að þér Páll, ég því miður bara þetta er yfirsést í þegar við gerðum fundabóðið, en það er hárrétt, þetta að ræða bæði liði sem eru, alveg svo náttúrulega liðið 5 er fært til trúnaðarmálabókar og þetta er eðlilegt í afgreiðslu nefndarinnar þó að það er fallið niður í frágangi fundagerðar, þessi lína. Og hins vegar þarna að ræða, önnur fundagerð annars fundar öldungaráðs sem var lagður fram til kynningar í félagsmálanefnd og en er í fundargögnum ykkar. Þannig að ég sé ekkert enga vanbauð á því að vankant á því að afgreiða hér fundagerðina, en þetta er bara bætt inn. Eru nokkur athugasemdir við það? Sagði. Nei, því miður, það er búin okkur. Jú, fyrir ekki, jú. Öldungaráð, nei, svo ég útskýri fyrir ykkur, nei, öldungaráð fellur út í félagsmálunum. En þú mátt ræða fundagerð, þú mátt fjallum fundagerð öldungaráð, við kjósum sem svo undir liðnum félagsmálunum. Ertu að kveða í hljós? Við Jens skal að gera það ekki, við ætlum fjalla fundagerð öldungaráðs undir dagskrárliðnum öldungaráðs. Já, það verður ekki gert því að þetta. Þá tökum við ekki. En það sem ég biður nú öldungaráðsmönnum að róa sig aðeins, það sem annar var veikur á fundinum og hinn En ef ykkur aðtæðsett við það, Jens Garðar, þú hefur búin að gera svo vel. Já, forseti, ég kem hérna áfram athugasemdum okkar og sárendum okkar öldungaráðsmanna yfir því að við skulum vera hér bara sérstakur liður inn í félagsmálanefnd en ekki sérstakur sérstakur dagskrárliður, öldungaráðið. En OHF kannski, en eins og öllu ganni slepptu þá ætla ég nú bara rétt að upplýsa bæjarstjórnum það að annar fundur öldungaráðsins var hér, eins og í öldungaráðinu situr ég og Einar Már fyrir hönd bæjarstjórnar og annar fundur var bara nú fyrir skömmu og
þar sem sagt var farið yfir eitt og annað en svona kannski mestur tíminn fór að fara yfir þessa húsnæðisstefnu og húsnæðiskönnun sem að Fjarðabyggð lét gera og það kringum hana voru bara fínar umræður og það var svona að vera að velta fyrir sér hvaða möguleikar var í boði eins og fyrir eldra fólk og rauninni kannski svolítið þau vandamál sem blasa við eldra fólki að það í rauninni þannig að það oft talað um það og við sjáum það kannski svolítið á Norðfirði. Það talað um það að eldra fólk vilji minnka við sig, fara í minna húsnæði en þegar að nýtt húsnæði að ræða eða uppgert húsnæði þá byggingakostnaður það hár að jafnvel stærra húsnæði dekkar ekki það að kaupa minna húsnæði eða fólk kemur út á sléttu og það kannski sem að margt eldra fólk sér ekki fyrir sér að selja stórt og reisulegt hús en það hefur kannski búið í mest alla sína ævi og fara í litla þjónustu íbúð eða kannski ekki þjónustu íbúð, bara í minna húsnæði og það komi út á sléttu og jafnvel í mínus eftir það. Þannig að þetta var svona bara rætt fram og tilbaka og það var sem sagt samin stutt bókun þar sem að var skorað á bæjarráð að taka það fyrir, minnir að bæjarráð hafi vísað því inn í ESU, minnir mig, hvernig sem það var gert, en það var sem sagt að skoða þá möguleika hvort að búseti eða einhver geti komið hér að með einhvers konar húsnæðis, hvað er þetta kallað, húsnæðisúrræði fyrir eldra fólk, þannig að það var nú svona það helsta sem var gert á þessum öldungaráðsfundi. Þú ekki yngsti maður öldungaráð í heiminn? Það er farið til útliti manna. Þakkaði fyrir Jens. Vilja fleiri kveða sér hljóðsundi fundargerð félagsmálanefndar? Svo ekki. Þá mun fundargerð félagsmálanefndar bæjarfulltrúi mun þá færa undir þessa tvo lið, annars vegar náttúrulega bara þá línu sem voru í afgreiðslu nefndarinnar, fært í trúnaðarmálabók og hins vegar lögð fram til kynningar fundargerð annars fundar öldungaráðs. Ég mun svo eiga hér fund með nefndarmönnum í því ágættaráði eftir hafið einhverju hugmyndur um að það að vera herra skipa í stjórnkerfi bæjarins. Þá ætlum ég bara eftir saðið þess að hann saði ekki með skemerki og hún saði með 9 atkvæðum. Þá erum komin í fundargerð barnaverndarnefndar nr. 79, orðið laust hana, engin kveður sér hljóðs, ég ber eftir saðið og hún saði með 9 atkvæðum. Þá erum komin liðin almenn mál og þar fyrst fullnaðarafgreiðslur embættismanna og prókúru 2017 kvartalsliðin, þetta fyrri umræða. Vísa hér frá bæjarráð frá síðasta fundi. Ég ætla aðeins að koma inn á það sem ræðir í þessu. Eins og bæjarfulltrúum og kunnundum þá sagði þetta á árinu 2013 ef maður rétt þessa heimild starfsmanna, embættismanna til þess að ganga frá afgreiðslum á húsaleigusamningum og fleiri slíkum málum sem allavega þarfnast ekki umfjöllunar. Eða með aftur á móti skipa, þeim eftir að skjóta slíku til umræði nefndum, en þetta þessi minniháttar afgreiðslu sem verið hafa. Þegar þessu var gengið í bæjarstjórn þá var það rætt hvort þetta auðvist í stjórnartíðindum, það var ekki talið að þess þyrfti, en Reykjavíkurborg og síðan Reykjavíkurborg og Hafnarfjarðarbær áttum þetta heilmikla umræðu og það kemur það fram og ljósi þess að þarf að auðvist í stjórnartíðindum. Þannig að við erum raun og ekki að gera stórvægara breytingu, við erum að gera viðauka þarna við þetta. Þannig að við erum ekki raun og að auka heimildir frá því sem áður hafi rætt eða sami heldur að koma þessu þannig að það séum það ríki engin efi eins og ég skil í samtölum mínum við og í umfjöllun okkar í bæjarráði. Þannig að orðið laust, þetta fyrri umræða, þetta har að fara í gegnum 2 umræður í bæjarstjórn, orðið laust þetta. Engin kveður sér hljóðs, þá ber ég það upp að þessu verið vísað til síðar umræði hér á næsta fundi bæjarstjórnar, þeir sem það saði ekki skemerki, það saðið með 9 atkvæðum. Þá komin lið 12 sem endurgreiðslur vegna réttindasafns lífeyrissjóðs Neskaupstaðar. Eins og þið þekkið þá lífeyrissjóður Neskaupstaðar sá gamli sjóður, einn af þessum gamlu sjóðum sem nú komnir undir LSR, sér deild þar. Engu að síður förum við með ábyrgð hans og umhald meðan hans nýtur við. Og nú var tekið eins og venja hefur verið og reiknað út endurgreiðslu hlutfallið í tengsl við réttindasafnið á vegum tryggingastarfsfræðings og sú tillaga kom til umfjöllunar bæjarráðs og sem hana fjallaði og vísaði svo hér inn því að hér þarf að taka hana jafnframt til afgreiðslu því að bæjarstjórn bera á
ábyrgð. Endurgreiðsluhlutfallið á árinu 2018 verði 69%. Ef maður rétt var 68 í fyrra. Þarna bil. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður þessi hljóð sé Bjarnhildur Sæðandæs bannsaðan skemerki og við sagðum 9 atkvæðum. Þá erum komin lið 13 sem er aðalskipulag Fjarðabyggðar, breyting grjótnáma Kappeyri. Eins og með þekkja þá urðu þau mistök áratugaskeið hefur verið grjótnáma Kappeyri sem ekki hafi verið sér merkt í aðalskipulagi og það hefur verið unnið að þeim ferli að ganga frá því að setja hann inn á aðalskipulag. Nú er auglýsingatími liðinn á tillögunni, það bárust engar athugasemdir. Eignarskipulag umhverfisnefnd samþykkti fyrir sitt leyti breytingun á því að aðalskipulagi Fjarðabyggðar, grjótnámi Kappeyri, uppdráttur og greinargerð dagsett 19. október og endanlega afgreiðslu þeir vísað inn, bæjarfulltrúar gátu séð öll þessi gögn í kerfum sínum í fundakerfinu og orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður þessu hljóðs, þá ætla ég að bera þetta til samþykkta þess að það samþykkt gemerki, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það liður 14. Hann er sömuleiðis frá Eignarskipulags umhverfisnefnd sem samþykkti á fundi sínum þann 29. janúar síðastliðinn að sveitarfélagið nýtti rétt sinn til að taka all land neðan þjóðvegar í tengslu við Kirkjuból undan ábúð með vísan 22. og 23. grein ábúðalagana og þarna er að ræða að í fyrri samþykkt var spildan stærri en þarna er að ræða spildu sem er allt að minnstakosti 5,5 hektarar og ekki meira en 7,4. Í fyrri samþykkt var 11 eitthvað. Nefndin staðfesti þessa ákvörðun og leggur hann líka fyrir bæjarstjórn líkt og hefur gert í þessu máli orðið laust þetta. Enginn kveður hljóðs, ég ber þetta samþykkt þess að samkeppnisgemerki, þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er dagskrá bæjarstjórnarfundar tæmd til í dag. Minni bæjarfulltrúa á kynningafund vegna sameiningar tillögu samstarfsnefndar á Fáskrúðsfirði sem fer fram kl. 8 þar í grunnskólanum. Ég ætla að óska eftir því við bæjarfulltrúa að vegna næsta bæjarstjórnarfundar sem haldinn verður 1. mars samkvæmt boðaðri dagskrá að þeir veiti þá heimild til mín að það verði að flytja til staðsendingu þess fundar því að þann 1. mars þá verður að veita Eyrarrósina í Fjarðabyggð og nánar tiltekið út í Neskaupstað því að Eistnaflug fékk Eyrarrósina í fyrra og hefði fyrir því að hún er veitt af hendi fóstafrúarinnar, Elsu Rít og sem er verndari þessara verðlauna og það er hefð fyrir því að það fari fram á þeim stað sem síðasta Eyrarrós kom til og ég ger ráð fyrir því að bæjarfulltrúum verið kynnta að það er svona óskað eftir þáttöku þeirra í þessari athöfn þann 1. verður sent út fljótlega og það verður að vinna því hjá forstöðumanni menningarstofu hvernig það verður en þá hugsanlega við færum til staðsetning bæjarstjórnarfundarins og verður mann í Neskaupstað svona ef til þess að láta hann og allt gangu upp innan þess dags. Þannig að er einhver athugasemdir við það að bæjarfulltrúum það verður skoðað. Svo er ekki þá óska ég þá bara munum við skoða hvernig þessi dagskrá þróast. Hér er ekki fleira fyrir fundi í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum á fundarsetinu og segi fundi slítið.